Stundum heyrum við af fjölskyldum þar sem allir eru glaðir og allir eru alltaf vinir. Þannig það nú samt yfirleitt ekki. Í flestum fjölskyldum fer fólk stundum í fílu. Það rífst og verður jafnvel reitt. Það alveg eðlilegt, því það getur verið svolítið flókið að vera fjölskylda. En svo til heimilisofbeldi sem allt annað heldur en rifrildi. Það eru til margar gerðir af heimilisofbeldi. Til dæmis andlegt ofbeldi þegar einhver notar ljót orð og hótanir þannig að hin á heimilinu verða hrædd og þeim líður illa. Svo líka til líkamlegt ofbeldi sem það þegar einhver meiðir annan með því að slá, kýla, sparka eða jafnvel henda hlutum í aðra. Fólk gerir stundum svoleiðis til að stjórna öðrum. Og það líka ofbeldi að þurfa að horfa eða hlusta á þegar einhver sem manni þykir vænt beittur ofbeldi. Heimilisofbeldi á sér stað í alls konar fjölskyldum, stórum og litlum, hjá ríkum og fátækum og sama hvaðan fólk kemur, hvernig það lítur út eða hvernig það býr. Oft eru það karlar sem beita konur og börn ofbeldi en það samt ekkert endilega þannig. Konur beita líka stundum ofbeldi og jafnvel krakkar líka. Það getur verið erfitt að trúa því að einhver vilji meiða eða hræða þau sem hann elskar og það ruglingslegt þegar að þeir sem eru venjulega góðir eru líka stundum vondir. Börn sem búa við ofbeldi finna oft fyrir hræðslu, reiði og einmanaleika. Þau geta fengið magapínu eða höfuðverk, stundum sofa þau illa og fá martraðir og oft hafa þau áhyggjur af hinum í fjölskyldunni og finnst svo vont að geta ekki hjálpað. Ofbeldi skaðar alla í fjölskyldunni og ekki gott fyrir neinn, ekki einu sinni fyrir þann sem beitir því. Ofbeldið versnar oft með tímanum og það hverfur yfirleitt ekki án hjálpar frá öðru fólki. Þess vegna má ofbeldi ekki vera einkamál fjölskyldunar og það alltaf best að segja frá. Stundum halda börn að ofbeldið heima hjá þeim sé þeim að kenna á einhvern hátt. Það ekki rétt. Fullorðna fólkið ber ábyrgð á hegðun sinni og líka á því að börnunum líði vel. Ofbeldið aldrei neinum öðrum að kenna en þeim sem beitir því og sá sem beitir ofbeldi þarf hjálp til að hætta því. Ef þú eða einhver sem að þú þekkir verða fyrir ofbeldi eða eru hrædd heima hjá sér best að tala það við einhvern fullorðinn sem þú treystir vel. Það væri auðvitað best ef fullorðna fólkið sæi bara þegar krökkum líður illa en þannig það því miður ekki alltaf. Þess vegna þurfa krakkar stundum að segja frá. Þú getur til dæmis talað við einhvern í skólanum eða við ættingja, nágranna eða einhvern foreldra vina þinna og ef þeir finnst að það sé ekki hlustað á þig þá verður bara að tala við einhvern annan þó að það sé pirrandi stundum að vera alltaf að segja sama hlutin. Haltu bara áfram að segja frá þangað til einhver hlustar á þig. Mundu að ofbeldið má ekki vera leyndarmál og það fullt af fólki sem vill hjálpa ef það bara veit hvað að gerast. Heimilisofbeldi eitt af því sem að fullorðnir bera ábyrgð á og eiga að stoppa. En stundum verða krakkar að hjálpa til með því að segja frá. Heimilisofbeldi má aldrei vera leyndarmál.